Allt fyrir sprengidagsmáltíðina. Saltkjöts og baunasúpa á aðeins 1499 krónur lítrinn. Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín okkar á Víkurfréttum. Framundan fjölbreyttur þáttur. Við hefjum leikinn hjá miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum sem fagnar 20 ára afmæli þessar mundir. Við kynnum okkur málþing þróun íbúðabyggðar og ræðum við baráttu konu sem vill bjarga Sundhöll Keflavíkur. Svo endum við þáttinn í Eurovision stuði. Sólborg okkar, sem hefur verið blaðamaður hér á Víkurfréttum undanfarið ár, dreymir að verða söngkona. Kannski verður draumurinn að veruleika. Miðstöð Símenntunar á Suðurnesjum fagnaði 20 ára afmæli í húsakynum MSS í Krossmóa í síðustu viku. Einnig var 10 ára afmæli samvinnu starfsendurhæfingar fagnað. Fjöldi fólks mætti í afmælisfagnaðinn en tímamótana verður einnig minnst á afmælisárinu með skemmtilegum viðburðum. Núverandi og fyrrverandi forstöðumenn MSS héldu ræður og minntust upphafsára stofnunarinnar en reksturinn hófst í bakherbergi í húsnæði Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Suðurnesja magasín Víkurfrétta settist niður með Guðjónu Sæmundsdóttur, forstöðukonu miðstöðvar Símenntunar á Suðurnesjum og ræddi við hana líflegt starf MSS á þessum tímamótum. Og segðu mér aðeins frá starfseminni hérna í MSS. Hvað það að gera svona daglega? Daglega erum við svona skipuleggja nám, kannski svona helst. Við erum að skipuleggja nám fyrir ýmsa hópa. Bæði erum við með fullt af námsleiðum fyrir fólk sem vill að kannski koma tilbaka í skóla eftir langa tíma. Við erum með svona námsleiðir sem menntastóðir fyrir fólk sem svona að huga því að fara í háskólanám eða iðnnám og þar vantar undirstöðurnar. Við erum með aðra námsleið sem kannski tengist atvinnulífinu meira, ferðaþjónustunni fyrir fólk í leikskólum sem starfa með öldruðum og svo framvegis. Svo erum við náttúrulega með íslensku námskeið fyrir útlendinga og svo eru aðrir hópar eins og fullorðinsfræðsla fatlaðra. Þar erum við með þó nokkuð mörg námskeið á hverju ári þar sem bæði fyrir þá sem til dæmis skjólstæðingar Björginni og svo líka sem eru svo hópar hér sem koma. Og þarna erum við með samning við Fjölmennt. Og svo erum við með tómstundanámskeið og tölvunámskeið, tungumálnámskeið. Það bara allt sem þetta í hug sko. Allt sem fólk vill fara í, það getur við sett af stað. Þið eru töluvert stóru rými hérna í Krossmóa og það ekki líf og fjör hérna allan daginn? Jú, það líf og fjör svona frá 8 á mótnana til svona 8-9 á kvöldin. Og jafnvel þó við séum í mjög stóru rými, við erum með alveg heila hæð fyrir okkur, að þá það yfirleitt fullt og við þurfum stundum að fara út í bæ með námskeiðin okkar. Þannig að þetta ekki eins og nóg alltaf, en það mikið líf og fjör. Þetta margir mismunandi hópar líka, það hópar eins og ég sagði áðan sem að koma í nám eftir langa tíma og svo eru aðrir sem eru bara í háskólanámi og koma hingað stundu til að sækja tíma í gegnum fjarfundabúnað eða koma bara til að læra saman í hópum eða taka próf. Þannig að það alltaf mikið líf og fjör og stundum eru háskólanemendur hérna til langt yfir miðnætti til að læra saman. Þeir eru að fagna afmælinu ykkur í dag en þeir eru raun og veru búin að vera að fagna í allan vetur og ætlaði að halda áfram með það ekki. Hvað þið búin að vera að bjóða upp á og hvað ætlaði að bjóða upp á? Já, við ákveðum það að við vildum nota þetta tækifæri og fagna dálítið lengi og skila einhverju til samfélagsins því að miðstöðin var náttúrulega ekki til nema því að það eru bæði fjölmargir sem koma að þessu í stofnun og það var margir sem studdu miðstöðina í upphafi og svo náttúrulega var ekki til nema því að fólk kemur og að notfæra sér þá þjónustu sem til. Og við ákveðum bara og hugleitum aðeins hvað getum við gert til að skila tilbaka til samfélagsins og við ákveðum bjóða upp á fjölmarga viðburði og eftir svona hugmyndavinnu með starfsfólks þá ákveðum við að hafa hvern mánuð tengt ákveðnu þema. Og við byrjum í október og þá vorum við með þemað heilsa. Og það kannski tók dálítið með því heilsumánuðin í Reykjanesbæ. Svo var nóvember tileinkaður sjálfstrausti og desember var svona hugarró. Svo búin að vera fjölmenningamánuður núna í janúar og afmælishátíðin bara núna í febrúar og
Svo kemur apríl, það verður tilhengar atvinnulífinu og meðal annars með ráðstöfnu. Ég glemdi mars, held ég. Mars verður tilhengar fjármálum og maí verður tilhengar skapandi starfi. Og við erum svona að bjóða kannski upp á 2-3 viðburði í hverju mánuði og sem þá bara öllum opnir og allir geta komið og kostar ekki neitt. Og þeir hafa verið bara rosalega vel sóttir og það hafa núna fram til þessa milli 500 og 600 manns komið á þessa viðburði. Og ég held að fjölmannasti viðburðum var þegar við fengum Loga Geirs og hann var með erindi bara í sjálfstraustmánuðinum og þá voru held ég 130 manns. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtæki á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Víkurás EHF, Express EHF, umboðsaðili UPS á Íslandi, Trésmíðaverkstæði Stefáns og Ara EHF, Skólamatur EHF, Málþing þróun íbúabyggðar á Suðurnesjum verður haldið í Hljómahöll föstudaginn 9. febrúar. Það svæðis skipulagsnefnd Suðurnesja sem boðar til málþingsins þar sem fjalla verður vöxt á Suðurnesjum. Spurt verður spurninga eins og hver sé framtíðarsýn sveitarfélagana vöxt og fólksfjölgun á svæðinu til skemmri og lengri tíma og eins til hvaða aðgerða þurfa sveitarfélögin og ríkið að grípa. Til málþingsins boðið fulltrúum þeirra stjórnvalda, fyrirtækja og félaga sem gegna lykilhlutverki við ákvarðanatöku skipulag og þróun íbúabyggðar á Suðurnesjum. Málþingið sambland af myndbandsinnslögum og erindum sérfræðinga. Þau Ólafur Þór Ólafsson bæjarfulltrúi í Sandgerði og Áshildur Linnet bæjarfulltrúi í Vogum sitja í undirbúningsnefnd fyrir málþingið og hafa komið að skipulagningu þess. Við hittum þau í vikunni og ræddum málþingið og þau mál sem verða efst á baugi. Málþing þróun íbúabyggðar á Suðurnesjum, erum við tilbúin? Þetta stór spurning í syngjandi sveiflu á Suðurnesjum. Já, og mikilvæg spurning því að við okkur blasir áskorun sem við erum alltaf að taka þátt í að takast á við og leysa í sameiningu og þess vegna blásum við til þessa málþings til þess að sveitarstjórnarmenn og stjórnendur helstu stofnana á Suðurnesjum geri sér grein fyrir að áskorunin núna á morgun, ekki eftir 10 ár, heldur við þurfum að bregðast við núna til þess að bjóða nýja íbúa velkomna til Suðurnesja. Hverjir helstu þættirnir sem á að fjalla Er þetta aðalega, vantar húsnæði fyrir nýja starfsmenn á Suðurnesjum næstu árin? Já, það vantar húsnæði og öll sveitarfélögin þurfa að taka þátt í því að ekki bara skipuleggja íbúðabyggð, heldur skipuleggja þá íbúðabyggð sem þarf til að svara kalli fólksins sem hingað vill koma, hvernig húsnæði vill það, hvar vill það búa, hvað vill það gera, en það þarf líka að byggja upp innviði samfélagana samhliða. Þannig að við getum tekið vel á móti fólki og boðingað fólk sem tekur þátt í samfélaginu en ekki bara til hliðar við samfélagið. Ólafur, þetta, hvernig leggst þetta í ykkur sandgeininga? Nú þurfa sveitarfélögin augljóslega að vinna saman í svo með ríkinu. Hvernig horfir þú á þetta? Já, við í Sandgerði svo sem eins og aðrir á Suðurnesjum höfum fundið fyrir miklum vexti síðustu 1,5–2 árin. Og það ekkert útlit fyrir að sá vöxtur sé að hætta, kannski hægir eitthvað þess á honum en fólki mun fjölga áfram og eins og Áshildur segir það þurfa allir aðilar á Suðurnesjum koma að þessu verkefni til að taka á móti fólki og líka byggja upp þá þjónustu og það svæði sem við viljum búa á af því að ef við bregðumst ekki við sjálf að þá verður einhvers konar atburðarás sem við bara ráðum ekki við og þá fyrst kannski förum við að finna fyrir svona vaxtarverkjum sem að verða virkilega svona óþægilegir fyrir okkur hér á svæðinu og því skiptir máli og erum við kannski að reyna með þessi málþingi að svona vekja fólk til umhugsunar það að við þurfum að vera klár sjálf í að taka á móti og skipuleggja og gera það sem það er að gera. Eru vaxtarverkirnir ekki þegar mættir?
Jú, við finnum að sjálfsögðu fyrir þeim. Við finnum fyrir þeim í að fólk á erfitt með að finna húsnæði. Við finnum fyrir því á leigumarkaði, hvernig hann er. Við finnum fyrir því hvernig eftirspurnin er eftir lóðum. Við finnum fyrir því hvernig sveitarfélögin eru komin á þann stað að þurfa að fjárfesta í þjónustu, í leikskólaplássi, skólaplássi og svo framvegis. Þannig vaxtarverkefnir eru og við erum að kljást við þessi og takast á við þessi verkefni en við verðum samt sem áður samtalið lykillinn á öllu og það er það sem við erum að reyna svona að vekja, svona ná upp á næsta stig, það er þetta samtal verkefnið. Það er mikið talað Reykjanesbæ í þessu sambandi en þið í Vogum Áshildur, það er margt í gangi þar líka í þessu dæmi? Já, það er margt í gangi. Við erum byrjuð að byggja upp miðbæjarkjarna sem fer bara væntanlega í byggingu leið og frost leysir. Og svo eru líka komið að stað svokallega Grænuborgarhverfi sem var nú skipulagt fyrir nokkur síðan en komnir nýjir eigendur þar og byggja það hverfi upp á svona cirka næstu 10 árum. Þannig en við hefum alltaf lagt áherslu á það líka í Vogum að við erum eitt samfélag hérna á Suðurnesjunum og það þýðir ekkert að einn beri ábyrgðina, bara Reykjanesbær. Þetta er okkar sameiginlega verkefni og sameiginlega áskorun og við Vogumenn munum ekki skorast undan í því. Hvað segir þið Sandgerðinga? Það er mikilvægt að aðilar standi saman í þessu, við getum sagt, erfiða verkefni. Já, og það skiptir máli að við tölum saman á milli sveitarfélaganna hvernig við byggjum upp af því að við svo sem höfum dæmin frá því fyrir einhverju rúmum 10 árum þegar við vorum í kapplaupi íbúa og sveitarfélögin, ég held að við séu allir sammála það að sveitarfélögin offjárfestu á þessum tíma í götum og mannvirkjum. Kannski ákveðin svona slaki sem við höfum verið að fylla í undanfarin ár en við erum komin á þann stað aftur að það þarf aftur að fara að fjárfesta. En það skiptir máli að við gerum það ekki bara blint, heldur tölum saman í hvernig við skipuleggjum svo að húsnæði sem að byggist svari þeirri eftirspurn sem er á svæðinu. Og það held ég að við séum að passa okkur á að gera betur núna heldur við höfum verið að gera áður. Sérðu Suðurnesin fyrir þér sem, hvað getum við sagt, systurborg Reykjavíkursvæðisins? Já, ég hef reynda mjög gaman að þessum framtíðarpælingum en borgir byggjast upp í kringum samskiptamiðstöðvar og samskiptamiðstöðvar heimsins í dag eru flugvöllir. Alþjóðlegur flugvöllur í Íslandi, hann er hér á Suðurnesjum. Þannig já, ég sé það að uppvöxturinn og svona næsta borg sem muni byggjast upp á Íslandi verði hér á þessu svæði á einhverjum tugum ára í framtíðinni eða hundrum, ég veit ekki hversu hratt það gerist, en já, þetta svæði á eftir að þéttast til muna og fjölga mjög mikið á þessu svæði. Og þau skref sem við tökum í dag skipta mjög miklu máli upp á hvernig sú þróun verður svo til framtíðar, þess vegna skiptir máli að vanda sig. Og svolítið sérðu, er ykkur svona draumsýn sem þú vilt sjá eftir þetta málþing, einhver nokkur lykilorð? Já, ég vil að menn bara hefjist handa strax við að takast á við verkefnið og að þeir fái íbúana með og að við hlustum á aukinn fjölda innflytjenda sem að hingað kemur, sem mun verða hluti af þeim sem að flytja hingað og spyrjum þau hvernig viljið þið byggja upp með okkur samfélag, þannig að við séum öll saman í þessu. Er þetta ekki aðeins flóknara því að núna er verið að byggja þessa miklu aukningu á næstu árum spáð, jafnvel áratugum á útlendingum? Jú, það er náttúrulega, það gerir þetta samfélagslega flókið og við finnum bara fyrir því í dag að 1/5 af íbúum á Suðurnesjum koma erlendis frá og það eru ýmis flókin verkefni sem fylgja því og við erum kannski að upplifa vöxt sem var hérna á 20. öldinni snemma en þá var fólk að koma úr Húnavatnssýslunni og Vestfjörðum og norðan og austan og hvað var. Nú er fólk að koma allstafar í heiminum til að sækja í þessi störf og það er náttúrulega ákveðið svona flækjustig þegar fólk talar mismunandi tungumál, kemur úr mismunandi menningaheimum og þess vegna heldur þetta skiptir máli að við vinnum þetta vel og við eigum þetta samtal og hlustum ekki bara þessi við sem eru fyrir á svæðinu, heldur líka þeir sem eru að koma, hverjar eru væntingar og þarfir og svo framvegis. Ég held enn og aftur að samtalið er lykillinn að því við náum árangri. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtækja á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Creditinfo. HS Veitur HF, Fiskmarkaður Suðurnesja EHF,
Royal Iceland HF, Samkaup HF, Sprengidagsmáltíðin fæst hjá okkur. Saltkjöt frá Kjötseli með alltaf 50% afslætti. Netto. Hollvinasamtök Sundhallar Keflavíkur hafa verið stofnuð. Hafin söfnun undirskrifta undir áskorun til bæjaryfirvalda í Reykjanesbæ að fresta afgreiðslu breytingar á deiliskipulagi á svæðinu sem heimilar niðurrif Sundhallar Keflavíkur. Hollvinir Sundhallarinnar vísa til bréfs Minjastofnunar Íslands til skipulagsyfirvalda þar sem óskað hefur verið eftir frestun svo tækifæri gefist til að finna húsinu verðugt hlutverk og varðveita. Hollvinir Sundhallarinnar héldu fjölmennan íbúafund í bíósal Dús safnahúsa síðastliðinn fimmtudag. Þar voru flutt erindi Sundhöll Keflavíkur og verndun gamalla húsa. Flutt var erindi Guðjón Samúelsson, húsameistara ríkisins, sem meðal annars teiknaði Sundhöll Keflavíkur og tvær aðrar byggingar í Keflavík, fyrstu byggingu sjúkrahússins og Myllupakkaskóla. Ragnheiður Elín Árnadóttur hefur farið fyrir Sundhallarvinum en hún telur mikilvægt að bæjaryfirvöld staldri við og endurskoði áform sem heimila niðurrif byggingarinnar. Að sjá fullan sal og svo útsendingin hjá ykkur þar sem 1600 manns var að horfa, það segir mig það að það eru svo margir sem hafa taugar til þessa hús og mismunandi ástæður. Það eru byggingarsögulegar, það eru menningarsögulegar, svo það bara tilfinningarök gamalla Keflvíkinga sem að vega þungt í þessu. Og ég held að þessi fundur gefi mjög skýr skilaboð. Nú ætlum við erum búin að stofna hollvinasamtök, síðan erum við farin af stað með undirskriftasöfnun sem við ætlum að afhenda bæjaryfirvöldum, vonandi náum við því fyrir 13. febrúar þegar að þá taka þetta fyrir á umhverfis- og skipulagsráðsfundinum og ég trúi ekki öðru þegar menn hafa alla þessa staðreyndir fyrir fram að sig að menn staldri við og fresti þessar ákvörðun eins og Minjastofnun leggur til og við getum andaði kviðinn og unni saman að því að leysa þetta í góðri sátt. Ég spyr svona leiðilegar spurningar. Er þetta ekki komið of langt? Er ekki of seint í rassingreipið? Það var eitt sem að mér langaði að sýna hérna. Það var myndband frá því að Grand Central lestarstöðin í New York það átti að byggja ofan á hana og rífa 59 hæða hótel. Þá kom Jackie Onassis og flutti ræðuna sem sagði við höfum getað haft hann að fund 3 mínútna langan. Hún sagði, þetta er alltaf sama, það sagt, þetta er komið of langt, þetta er of dýrt, þetta er ekki hægt að hætta við þetta. Sem betur fyrir var hlustað á hana þarna og Grand Central lestarstöðin er dæmi byggingu sem verður bara dýrmætari með hverju árinu. Þetta er ekki komið of seint, þetta er ekki orðið of seint vegna þess að við erum ennþá réttu megin við ákvörðunina. Það er ekki búið að taka ákvörðunina. Það hefur ekki verið tekin ákvörðun að heimila niðurrif á Sundhöll Keflavíkur. Og meðan að sú ákvörðun hefur ekki verið tekin, þá má ekki rífa Sundhöll Keflavíkur og það hefur ekki verið samþykkt deiliskipulag sem að leyfir byggingu á þessari lóð og meðan það er ekki heimilað, þá er það bannað og varðandi skaðabótaskyldu sem að menn hafa verið að velta fyrir sér, þá er það nefnilega ekki fyrir en að þessar ákvarðanir hafa verið teknar, að það myndist einhver skaðabótaskylda. Þannig að við erum núna við kjöraðstæður eða komið í veg fyrir að ákvörðun niðurrif verði tekin. Þannig að þetta er alls ekkert orðið of seint. Við erum hér stödd og þið voru með þennan fund hérna í gamlu dúshúsunum sem hefur verið lögð gríðarleg vinna í að byggja upp og hefur tekist frábærlega vel. Þannig að það var svona vel við hæfi, en hefur þú fengið eitthvað viðbrögð frá bæjarfulltrúum eða frá stjórnvöldum, svona bæjaryfirvöldum? Nei, ég hef fengið mjög lítil viðbrögð. Svona óformlega frá einstaka bæjarfulltrúum sem hefur blandað sér í umræður innan Facebook-hópsins. Ég meta þannig að menn vilji einmitt ekki tjá sig. Ég meta þannig að menn séu tilbúnir til að skoða þetta og ég held að það vilji enginn sjá þessa byggingu fara. En menn vilji ekki heldur sjá hana grotna niður. Og það sé það sem að þetta standi á milli. Þannig að ef að það mat mitt er rétt, þá er leiðin til að passa upp á grotningin niður að fara í það að gera henni endurbætur
og þannig tryggja það að hún verði okkur áfram til sóma. Þetta er stórkostleg bygging, eins og hér hefur talað þetta er höll og í höllum kepptu drottningar og kóngar eins og Árni Bergmann kom svo skemmtilega orði. Þannig að ég trúi ekki, finn ég teka á því að nokkuð bæjarfulltrúi vilji rasa að því. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtæki á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. Berggraf EHF, Bláa lónið HF, Blue Car Rental EHF, Fríhöfnin EHF, Fannst ekki fiðringin, játandi faðmurinn og dúnamjúk snertingin kitluðu þig. Voru það rifrildin við dimmur veturinn, olli ég vonbrigðum. Hefurðu sett í lás ég og þú. Okkar kona, Sólborg Guðbrandsdóttir, kemur fram í undankeppni söngvakeppni sjónvarpsins á laugardagskvöld ásamt Tómasi Helga Veppmæjar en þau flytja saman lagið Ég og þú. Sólborg er fædd og uppalin í Keflavík en að hennar sögn er söngur og að koma fram eitt af skemmtilegasta sem hún gerir. Fjölskyldan hennar er söngelsk en Davíð, bróðir hennar, semur íslenska texta við lagið Ég og þú og Sigríður systir hennar syngur bakraddir ásamt Sigurði Smára sem er einn af bestu vinum Sólborgar. Sólborg hefur starfað sem blaðamaður hjá Víkufréttum frá því í fyrra en við tókum hana og Tómas Helga tali í Hljómahöll. Sólborg og Tómas, söngvakeppnin á laugardaginn. Hvernig leggst þetta í ykkur? Ég er brókslega spenntur, mjög spenntur fyrir þessu og það er svona smá stress bara kikinn en það er eitthvað svo óraunverulegt að þetta sé á laugardaginn. Þetta er sem búið svo ógeðslega langur aðdragandi, nú er þetta eitthvað loksins bara að gerast eiginlega. Þetta er mjög skemmtilegt. Og hvað eru þið búin að vera að gera í aðdraganda keppninnar? Við erum bara að gigga alls staðar sem við getum, við erum í alls konar viðtölum og græja og gera allt bara fyrir keppnina sjálfa, sviðsframkomuna og svona. Af hverju á fólk að kjósa ykkur? Vá, af hverju ekki? Sko, Ef þið líka vel við okkur. já, Á sviði. ég held ég sé líka að koma kannski með aðeins nýtt atriði í dúett. Þú veist, þetta er ekki, við erum að syngja lagið allt saman, þú veist, allan tíman og erum ekki, þú veist, að dansa og kissa hvort annað, sko. Við erum frekar, þetta er meira svona miklu meira. Það var alltaf Eurovision að það er allir að kissa. Allir að kissa og dansa. Nei, þetta er bara svona öðruvísi dúett, þannig að þetta geti alveg virkað í Evrópu, sko. En fólk á svona ekkert endilega, þú veist, frekar að kjósa ykkur frekar en það vill, en bara ef við náum að skila okkar þá verður það vel þegið. Mjög vel þegið. Segjum aðeins frá atriðinu, hverjir eru í bakgröndum hjá okkur? Heyrðu, systir mín, Sigurður, er í bakgröndum. Einn af bestu vinum mínum, hann Sigurður Smári, þau eru bæði af Suðurnesjum. Svo er hann Pétur Örn, Jesú, bara einn besti bakgröndasöngvari landsins og önnur af bestu raddarsöngvari landsins, hún Íris Lind Verudóttir, með algjöru snillinga með okkur og þau eru komið með svolítið gott nickname. Já, þau kalla sig sko smokkur af því að þau eru svo örugg. Það er geðveikt, sko. 99% tilvika. 99% tilvika, já. Og hafa æfingar gengið vel sem sé miðað við þessa athugasemd? Já, bara mjög vel, sko. Mjög vel, já. Okkur tekið rosalega vel og við erum mjög þakklátt fyrir það. Hvað halda þetta ég eftir að gera í framtíðinni fyrir ykkur, þessi undankeppni? Þetta er náttúrulega rosalega stökkpalli fyrir tónlistamenn og sérstaklega fyrir þá sem kannski er ekki búin að búa til þetta tengslanett sem maður þarf í tónlistinni í dag. Þannig að þetta er, já. Maður kynnist rosalega mikið af fólki og bara einmitt reynir bara að standa sig vel í þessu og þá veit maður aldrei hvað getur gerst í kjölfari. Þannig að þetta er bara svakalegt í reynslubankan, ekki satt? Jú, þetta er bara stærsta sem maður hefur gert, sko. Ég gerði mér ekki alveg grein fyrir því hvað þetta yrði ótrúlega stórt og mikið, en ég veit það ekki. Þetta er líka bara, mér fannst rosalega athugavert og bara mjög ánægð með að sjá, þú veist, keppnin er í alvörunni, jafn flott og hún er á sjónvarpinu. Það er bara það svo ótrúlega vel hugsað um alla, það er, ég veit það ekki, bara einhvern veginn
fagfólk á hverju stráum manni líður sem sé ótrúlega velkomin að það. Já. Og það skiptir svo miklu máli þegar maður ekki, þú veist, við störfum ekki tónlist alla daga og það er svo ótrúlega gott að líða þrátt fyrir að við séum ekki, þú veist, 100% fagmenn þannig séð, þá erum við samt sem áður, þú veist, okkur er vel tekið og já, þess að við erum velkomin. Það er bara trýta okkur eins og við séum bara búin að vera í bransanum í 50 ár, sko. Þetta allt bara svona get easy og það ekkert vesen og þau hlusta á allar hugmyndir sem við komum með, þannig að þú veist, við erum alltaf inni í öllu. Það ekki bara hvað þið gerir þetta og hitt og þetta. Þannig að þetta bara ógeðslega næs. Þið sömdu lagi með Rob Price. Er von á honum til landsins fyrir kemna? Ó já. Hann að koma fyrstu skoti. Gonna party! Já, það alltaf gaman að fá hann í heimsókn, sko. Það ógeðslega Hann svo breskur, hann bara... Alveg bara, já. Og hann jafn spenntur og þið fyrir þessu? Hann miklu spenntari. Við fáum message til hver meinast degi. Bara, hey guys, how are you? How's everything going? Hann er ekki enskur, hann velskur. Hann velskur, sko. From Wales. Og hann alveg 2 metrar, sko. Hann lúkkar fyrir að vera bara svona vel, svo bara... Þetta er huge guy, sko. Þetta er dásamlegur maður, sko. Yndislegur maður, sko. Við hefum aldrei farið í söngkeppnina ef hann hefði ekki haft samband við til þess að byrja með, sko. Og hvað hélstu þegar hann hafði samband við til að byrja með? Ég held að þetta væri Nígeríusvill. Facebook scam, það var rosa. Is this a joke? No, it isn't. Og það bara eitthvað senda fullt og ég bara, ok, þetta er ekkert joke. Þegar hann er ekkert að biðja mig neitt kreditkort, sko. Hann er bara að spila lag, sko. Ég og þú snúum við trúum að við verðum hvað sem verður. Ég og þú. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi framúrskarandi fyrirtæki á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Credit Info. SI Raflagnir, Happy Campers EHF, Fitjar vörumiðlun EHF, Eignarhaldsfélagið Áfangar. Leið við þakkum ykkur fyrir áhorfið í þessari viku, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt blað okkar sem dreiftir inn á öll heimili á Suðurnesjum á miðvikudögum og fimmtudögum. Vaff.is er með fréttirnar frá Suðurnesjum alla daga vikunar og Kylfingur.is er með golffréttirnar alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns getið þið líka séð á Víkurfréttasíðunni vaff.is. Þið getið horft á hann í símanum, spjaldtölvunni eða í tölvunni. Þangað til næst, verið sæl. Sæl.